Komið sæl og velkomin í 9. fyrirlestur sem fylgir með 9. skáktíma liðskipan. Liðskipan er orð í skák sem er notað yfir það sem er gert í upphafi taps, að koma tapmununum út á borðið. Það er mjög mikilvægt að kenna þetta atriði sem allra fyrst í skáknámi ungra nemenda. Það eru nokkur atriði sem skipta mestu máli og það má segja að séu 3. Koma mönnunum út. Þá er sérstaklega átt við riddarana og biskupana. Koma þeim út á borðið. Númer 2. Setja mennina sína í kringum þessa 4 reiti. E4, E5, D4, D5. Þessi reitir kallast miðborð skákborðsins. Þetta er miðborð. Og 3. reglan er að hrókara. Koma kóngum í skjól. 1 út með mennina, 2 í kringum miðborðið, 3 hrókara. Mjög einfalt. Það er svona miðað við að liðskipan taki 10 fyrstu leikina, eitthvað svoleiðis. Skoðum hérna. Og leikur hvítur hingað, peði á miðborðið. Við ætlum að taka dæmi, leika nokkra leiki, hvítum og svörtum, hvernig báðir aðilar er að koma sínum mönnum út. Hvernig er að standa sinni liðskipan. Þessi hérna leikur E4, hann er til dæmis miklu betri en þessi hérna. H4 er ekkert á miðborðinu. Það er bara að leika peði hérna út á kant og að leika peðunum hérna á miðborðið í byrjun. Að halda þessu fyrir augum nemenda í sífellu. Alltaf að vera að tala miðborðið við þá þegar þau eru að koma mönnum út. E4 er E5. Og hvort haldið að maður leikið þú riddarum hingað og F3 eða H3. Og F3. Nær miðborðinu. Riddari hingað, þessi riddari hingað. Þessi þó hingað. Þetta er svona hálfgerð hermiskák, það er allt í lagi. Biskup hingað. C4, þá er nær miðborðinu. Hérna verður líka nálægt miðborðinu, en ef maður leikur hingað, sko hvað gerist, og svarti leikur hingað. Það er erfitt að koma þessum biskup út. Þessi biskup er fyrir þessu hérna peði. Það er erfitt að koma honum út nálægt miðborðinu. Þetta hefur verið betur leikur. Þú ert að leika hingað og opna fyrir þennan. Þá ert að leika þessi hingað út. Svarti getur leikið hingað, hvítir hrókarað. Svartir hrókarað. Nú voru allir komnir með mennina sína út. Riddarana og biskupana. Bæði hvítir og svartir búin að hrókara. Þegar maður er búin af þessu, þá er ágætt að leika til dæmis svona. Reytum aðeins út af, svarti gerir ekki alveg eins. Og svo hrókarana fyrir aftan miðborðið. Og styðja þeir við miðborðið úr fjarlægð. Það er ekki gott að fara með þá langt, því að þeir eru svolítið klunnulegir, geta lent í vandræðum frammi á borðinu. Þeir eru að vera svona bak við að styðja við þetta. Þetta er nokkuð svona heilbrigð staða, og ef að krakkar læra svona þessa 10 fyrstu leiki, þá eru þau komið svolítið svona heilbrigða stöðu. Þetta er svona eins og bara alvöru skákmenn sem eru búin að tefla svolítið tíma, getur verið komið upp með þessa stöðu. Nú getur til dæmis svartur, hvítur drepinn hér, svartur drepinn, hvítur drepinn hér, svartur. Þetta er valdað, allt sem valdað hjá öllum. Og þetta er svona mjög heilbrigð staða. Eins og segið, þá eru þetta 3 reglur sem á að halda á lofti fyrir nemendur. Út með mennina, biskupana og riddarana, og miðborðspeðin. Á miðborðið, regla nr. 2. Og regla nr. 3, koma kóngurum í skjól með því að hrókara. Og að rétt að lokum, þá líki ég svo oft við fótbolta. Ef þetta hérna allt tapborðið er fótboltavöllur, þá er ekki búið að stilla upp í leikkerfi. Það er allir bara hérna rétt fyrir framann markið eða endalínuna hjá sjálfum sér.
Ef maður lítur á þetta sem endalínu á hvítum, þetta endalínu á svörstum, þetta hérna hliðalínu öðrum megin, hliðalínu hinum megin, það er enginn búinn að koma sér þetta fyrir, engin sóknarmenn, engin miðjumenn. Allir bara einhvern veginn í vörn hérna. Þess vegna á leika mönnunum út á borðið, fyrstu riddarana, biskuppa, opna fyrir hinn. Og nú er komið svo staða að kóngurinn er svolítið opinn, hann er búinn að leika miðborðsspjónum fram. Þannig að þá er hrókaramaður og kemur kóngurum í skjól. Mikilvægt líka að segja krökkum að vera ekki að hreyfa þessi pið hérna mikið. Þetta er svona hálfgerðir varnarmenn fyrir framan kónginn. Það vil ekki opna kónginn. Ástæðan fyrir þegar maður sér að hrókara er að hafa búið að leika miðjupiðunum fram og opna fyrir kónginn. En og aftur að lokum þessar 3 reglur. Út með mennina. Númer 2 nálægt miðborðinu. Og númer 3 hrókara. Takk.